Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þá komið að heimsmálunum sem eru háski víða í heiminum. Tjörfi Schött hingað kominn. Síðast vorum við að tala Úkraínu, en nú myndi ég vilja draga þig að Gaza og svona við færum kannski yfir það aðeins hver staðan í þessum átökum og svo hvað áhrif þetta hefur haft á pólitíkina og kannski líka hvað líkur á því að átökin breiðist út. Ef við getur hjálpað með til þess að átta mig á svona hver staðan núna í þessu þjóðarmorði sem viðvarandi á Gaza? Já, við getum bara að byrja á því að vera með svona yfirlit yfir stöðuna á Gaza og ef við sjáum til þess bara fyrstu myndina hérna, þetta eru hérna frá Al Jazeera, þetta eru síðustu tölur stöðu látinna og þetta eru náttúrulega tölurna frá heilbrigðisyfirvöldum á Gaza og hérna kannski verðt að taka það fram að Sameinuðu þjóðirnar og alþjóðleg samtök og Sameinuðu þjóðirnar og hérna mannréttindasamtök eins og Human Rights Watch og Amnesty International þau hafa öll staðfest að þessar tölur eru áreiðanlegar af því við náttúrulega höfum verið var við í umræðinni að sumir draga þessar tölur í efa segja þetta séu tölur frá Hamas. Já, það er alltaf sagt í ríkisútvarpinu að þetta séu tölur frá heilbrigðisyfirvöldum Hamas. Já, og hérna en það eins og segi alþjóðleg samtök og mannréttindasamtök staðfest að þessar tölur eru áreiðanlegar og þegar við skoðum líka fyrri átök hérna á Gaza eins og þegar að Ísrael reist inn í Gaza hérna 2008, 2009, 2014 í þeim aðgerðum þá náttúrulega gáfu heilbrigðisyfirvöld á Gaza einnig út tölur og það reyndist alltaf réttar skilurðu þannig að það er ástæða fyrir því að mannúðarsamtök treysta þessum tölum. Já, og þess vegna finnst mér mjög vafasamt að draga þær í efa en maður verður var við að umræðinu þess vegna vil ég bara ítreka að þessar tölur eru áreiðanlegar og svo er jafnvel talað um að mannfallið sé ennþá meira að því það er fullt af fólki undir rústunum sem hefur ekki tekist að staðfesta bara líkin hafa ekki fundist og hefur ekki verið staðfest þannig að það er talið að mannfallið sé jafnvel ennþá hærra og af þessum 37.000 sem hafa núna verið drepnir á Gaza af þeim næstu helmingun eru börn 15.000 og hátt í 10.000 konur og þá eru það cirka 11.000 karlmenn sem hafa verið drepnir sér að flesta af þessu eru börn og þá má spyrja sig hversu margir af þessum 11.000 karlmönnum eru Hamas-liðar eða hérna í Al-Qassam Brigade Það sé ekki mjög mikill minnihluti Ég þekki það ekki en það náttúrulega ekki þannig að allir karlar á Gaza-svæðinu séu hryðjuverkamenn. Nei. Jafnvel þótt að maður myndi nota skilgreiningar Ísrael. Þess vegna ekki ástæðulaust að þetta er kallað þjóðarmorð af því það alveg einstakt í þessum átökum að það virðist vera hvað ég var að segja 99% af öllu mannfallinu séu óbreyttir borgarar. Þetta maður ekki sé svona hátt hlutfall í neinum öðrum stríðsátökum vildi. Og svona hátt hlutfall börn næstu í helmingur. Þannig her beitt á almenning. Já, þetta er bara með þeim tilgangi að drepa og særa. Já, ég held að sé bara ekki hægt að neita því að það er kerfisbundið verið að gera óbreytta borgara á skotmörkum og sprengja þá og við sjáum það líka á næstu mynd sem er kort frá Þetta er Gaza, og flestir byrja átt að sjá því hvernig það í laginu en hvað þýða rauðu blettirnir? Já, þetta er kort frá United Nations Satellite Center, UNOSAT og United Nations Institute for Training and Research, UNITAR og þetta kortleggur eyðilegginguna á Gaza með gervihnattarloftmyndum. Og rauðu punktarnir þýða hvað? Rauðu punktarnir sýna hús, mannvirki sem hafa verið eyðilögð og þetta kort er svo stórt að við þurfum að næstu mynd þá fáum við svona zoomed inn og á næstu mynd og þá sést að bara þetta er ótrúlega eyðilegging það er bara búið að leggja næstu öll hús á Gaza við jörðu og þar með talið náttúrulega alla háskóla og öll sjúkrahús og ég hef ekki séð tölu fyrir það er sagt allir háskólar, öll sjúkrahús og mjög mörg bænahús líka, moskur og aðrar, þannig byggingar þetta var næstu allt verið jafn á jörðu og það var alltaf yfirmaður flughersins Curtis LeMay á sínum tíma sem að talaði það í Kóreustríðinu að sprengja aftur til steinaldar er það ekki það sem hefur verið gert að það er bara búið að sprengja Gaza aftur til steinaldar
En minna þarna syðst? Já, það er alltaf minna syðst það sem sko hérna Rafah. Við sáum það á næstu mynd sko. Og hérna þar minna sko og þess vegna hefur náttúrulega verið í umræðinu upp á síðkasti sko að hérna allir að sko íbúafjöldi Gaza yfir 2 milljónir manns og núna eru þeir næstu nánast allir íbúarnir orðnir sko flóttamenn innan Gaza og fóru þarna sko í suðurhlutan mest í Rafah og þar voru þeir hérna flóttamannabúðir og þess vegna hefur nýlega Ísraelsher verið að ráðast inn í Rafah og það er orðið næstu í mánuði síðar en það var þarna sko þegar þeir gerðu loftárás á tjaldbúðir flóttamanna þarna í Rafah sko. Það var 27. maí og hérna og þá sko drápuðu 50 manns og það virðist að sprengt í sko hérna þessast loftárás og það sprakk einhvers konar hérna að því að það brunnu til dauða sko 50 manns og myndir þess sáast voru bara alveg hörmulegar, það voru bara þú veist limleist lík og bara líkamspartar út allt og svo var líka sko myndskeið sem fór á samskiptamiðla sem sýndi sko föður sem heldur á barni og það vantaði höfuð á barni sko. Þetta var þessi loftárás þarna í Rafah sko 27. maí. Þegar verið að tala flóttamannabúðir inni á Gaza þá er það annars vegar flóttamannabúðir sem hafa verið þarna bara mjög lengi og kannski gestkomandi gæti ekki alveg greint frá bara annarri byggð. En síðan er það náttúrulega líka fólk sem hefur verið að flýja að norðan því það voru skipanir ísraelska hersins að fólk ætti að fara suður og sem hefur þjappast þarna saman í Rafah. Þannig að það er svona ýmislegt sem er í kringum þetta, hvað eru flóttamannabúðir. En í þessu tilfelli voru þetta bara fólk sem bjó í tjöldum og það voru ekki varanleg búseta. Nei, þetta voru ekki árás á mannvirki, þetta voru sko tjaldbúðir og þess vegna þykir þetta að vera svona vafasamt sko að gera árás á sko tjaldbúðir flóttamanna og ég man að þetta er alltaf orðin tæplega mánuð síðan þetta gerist en við erum alltaf bara að fara í gegnum helstu fréttir síðustu sko vikna og þennan mánuðin sko að þegar að fjalla þetta RÚV þá sýndu þeir sko fréttatilkynningu frá Ísraelsher þar sem talsmaður Ísraelsher segir að þessi árás hafi verið nauðsynleg til þess að drepa 2 Hamasliða sko. Já, sem hafi verið að notað saklausa borgara sem skjöld til að fela sig eins og Ísraelsmenn hafa verið að halda fram. Eins og þeir segja alltaf sko. En ég meina þú veist, þetta er náttúrulega mjög furðuleg réttlæting sko, til þess að drepa 2 Hamasliða þá þurfum við að varpa sprengju á sko tjaldbúðir flóttamanna og drepa 50 sko mest konur og börn sko. Þetta er skilgreint sem stríðsglæpur. Ég er ekki nefnum af með það en ég meina RÚV sýnir þetta, skilurðu? Og réttlætir þetta. Já, ég meina þeir sína talsmann Ísraels er réttlætt þetta. Hann mætir yfirleitt annarkvort er þetta Netanyahu sjálfur eða þá talsmaður Ísraels sem að mætir eiginlega í öllum kvöldfréttatímum ríkisútvarpsins og réttlætir grimmdarverk dagsins. Já, þannig er þetta. Alltaf réttlætt sko að þetta sé sjálfsvörn að varpa sprengjum á konur og börn og að það sé nauðsynlegt að drepa einhverja Hamasliða, hryðjuverkamenn og til þess að drepa þá þurfum við að drepa sko fleiri hundruð konur og börn fyrir hvern einasta af þeim sko. Og þetta gengur svolítið að maður segir að RÚV ætti nú kannski að taka bara línuna úr svona fyrirbrigðum eins og Sameinuðu þjóðunum eða Alþjóðadómstólnum og öðru slíku að þá er það sem er verið að lýsa þarna og talsmenn Ísraels er að réttlæta það sem að alþjóðastofnanir skilgreina sem stríðsglæpi og þjóðarmorð. Já, það er náttúrulega þessi rannsókn sem er núna í gangi hjá Alþjóðadómstólnum. Það sé svo mikla líkur á því að þarna sé þjóðarmorð að ræða. Það sé líka áhersluna sem að þeir leggja á allt málið og ég meina það eru samtök út allan heim sem að hafa skilgreint þetta en ég er bara að benda á að sko sjónarhorn RÚV að draga alltaf fram Ísrael Já, þeir leggja þá áherslu á sko, sjónarhorn Ísraelsmanna. Það gengur þvert á allt sem að líta má á sem svona eðlileg viðhorf alþjóðasamfélagsins. Já, ég tek undir það sko. Og svo er náttúrulega sko greiðlega mannúðarkrísa í gangi sko á Gaza og núna var að koma út skýrsla hjá World Health Organization sem talar að það sé bara hvað maður að kalla, þú veist, börn eru að sveltudauða. Það eru sko það eru, skal ég segja, samkvæmt skýrslu, þetta er skýrsla UNICEF, 3000 börn eru sko í hættu að deyja úr hungri og þá nýlega greint frá því sko að
allavega ein stúlka 8 ára hafi dáið úr hungri og dáið úr næringarskorti, hún nafngreind Hanan Al-Sanin og þetta er sko í skýrslu UNICEF eða World Health Organization, þetta er svo bæði sko, en svo það sem að heilbrigðisyfirvöld Gaza segja, sem alltaf sagt að það er Hamas, þeir tala sko að 27 börn hafi dáið úr hungri sko, bara núna á síðustu dögum sko, en fyrir ekki, 27 hafi dáið úr hungri frá upphæfi sko. En svo það virðist vera að farast í aukana á ég við núna sko. Já, og fólk lokað þarna inni og það verið að stoppa sendingar á mat þó einhverjar komist í gegn. Já, af því að það er náttúrulega umsátur, blockade Gazasvæðið og Ísraelsmenn stjórna öllu sem að fer inn og út. Og það er verið að reyna að koma sko matvælum og mannúðar aðstoð inn á svæðið og það er talað að sko að 100% íbúa séu sko háðir matvælaaðstoð sko. Og það er talað að það þurfi sko 500 vörubíla á dag til þess að sko sé nægur matur, en það er talað að séu bara 80 að komast á hverjum degi sko. Og svo höfum við náttúrulega séð myndir af því þegar að svona öfga hægri landnemar ofstækismenn eru þarna við landamærin og eru að stöðva sko birgðalestarnar af og það hefur byrst minnskið að því að þeir sko opna vörubíluna og vera að skemma vistirnar og brenna þau og skemma þær sko. Ég vonum að það geti leitt til þess að palestínumenn svelti til dauða. Og þá náttúrulega sérðu sko hver er ásetningurinn hjá þessum aðilum sem að gera þetta, að skemma sko matvælabirgði sem hefur verið að koma inn á Gaza. Ásetningun lítur örugglega að vera sá að þeir vilji bara svelta fólkið í hel sko. Og þá er ekki ástæðulaus að þetta er kallað þjóðarmorð, þá getum við kannski neitt að skilja það akkur það er sko. Eina af stærri fréttum svona síðustu vikna var frelsun gísla. Já. Sem var 8. júní. Alveg rétt, það var þessi sko aðgerð í Nuseirat, þar sem að Ísraelsmenn frelsuðu 4 gísla. Hvernig var þetta? Þeir tóku einhverja 250 gísla var það ekki upphafið sko, í 7. október sko. Og svo var þarna sko, ég var ekki í nóvember sem að það voru sko einhver svona skipti og þá voru nokkru látnir lausir. Fyrir nokkra daga vopnahlé. Já, en svo hefur lítið gerst síðan þá, nema bara springjuregnið og haldið fram að rigna yfir Gaza. Og Ísraelsmenn, þeir hafa drepið talsveit fleiri gísla í eigin loftárásum heldur en þeir hafa frelsað sko. En núna voru þeir allavega að frelsa þessa 4. En það betur alltaf þess að þeir hafa sko drepið fleiri gísla og ég veit að þessi gísla sem voru frelsaðir, þeir sögðu það sjálfir að við þekkjum gísla sem að dóu í loftárásum sko, meðan við vorum í haldi og við getum séð næstu mynd af þessari aðgerð sko. Þarna er þetta Nuseirat refugee camp, þar sem að Ísraelskar sérsveitir sko gerðu þessa svokölluðu björgunaraðgerð. En svo var bent á að þetta var í rauninni sko ekki bara hostage rescue operation, þetta var líka massacre af því að í þessari aðgerð sem björguðu sko 4 gíslum, þá drápuðu þeir 276 manns og særðu 700 í leiðinni sko. Voru það allt Hamas-liðar? Það er náttúrulega ekki hægt að halda fram með þess að það hafi allt verið Hamas-liðar, en eins og við heyrum sko, réttlætingar er alltaf þær að það er þess virði að drepa 100 fyrir 1 Hamas-liða, skilur við. Þess virði að drepa 276 manns þess að bjarga 4 gíslum sko. Það er náttúrulega ef að þú skilgreinir það að þeir sem að deyja, óbreyttir borgarar í árásunum séu að Hamas-liðar hafi stillt upp í skotlínuna til þess að verja sig sem skildi, að þá er náttúrulega öll morð á óbreyttum borgurum Hamas að kenna. Já, það er kenningi með því að halda fram sko, að þetta er sko skýringin sem að Ísraels er sjálfur notar og vísa til. Og þetta Human Shield dæmi sko. En þetta hefur verið gagnrýnt, ég meina Amnesty International, þetta var ekki búin að undirbúa það núna, en ég veit að þeir gáðu út skýrslu sko, áður en þetta núna sko nýjasta ferlið með 7. október hófst, af því þetta var líka mönstu 2014 og 2009 þegar að Ísraelsmenn gjörðu árásir á Gaza á þeim tíma sko. Þá var þetta líka sama réttlæting sko, Human Shield dæmið sko. Og Amnesty International var með úttekt á þessu og þeir hafa gagnrýnt þetta sko. Þannig að mannréttarsamtök þau segja sko að þetta er ekki rétt það sem þau segja sko. Að þessu vísandi skiluru að hlífa sig á bakvið óbreytta borgara og við vitum það núna að Hamas þeir eru með sko gríðalegt tunnel network, þeir eru búin að byggja gríðarlega mikið af göngum og þeir eru alveg djúpt ofan í jörðinni og þar eru þeir með gíslana sko. Þannig að hvernig getur þú fengið það út að þessu að nota óbreytta borgara sem sko skildi
að því að þeir eru niður í göngunum en þeir eru upp í yfirborðinu. Hversin er verið að varpa sprengjum á yfirborðinu? Þú veist að Hamas-stríðandi, þeir eru allir niður í jörðinni. Sprengjurnar ná ekki til þeirra, skilur. Þannig að eins og þetta hefur alltaf verið verulega gagnrýnt, sko, þessar réttlætingar með Human Shields og það allt, sko. En þetta Biden í vanda út af þessu máli, það að grafast undan fylgi hans út af stöðunni í Gaza og hann hefur mikla hagsmuni af því að koma á einhvers svona vopnahléi fyrir þannig að það verði kosið til forseta í Bandaríkjunum á þess að hann hafi þetta hangandi yfir höfðinu og hann kom með vopnahlés-tillögu sem að svona til að byrja með var maður vissi ekki alveg hvort þetta kemur frá honum eða hvort þetta kemur frá Ísrael. Hvað? Já, hann tilkynnti sko, það var 31. maí sem að Biden lagði fram sitt svokallað sko vopnahléstilboð, ceasefire plan og það í sko 3 phases og hann ítrekkaði það sko þegar hann lagði það fram að þetta væri sko komið frá, að þessi áætlun sem hann lagði fram væri komið frá Ísrael og þetta var ekki hans áætlun sko, þetta var komið frá Ísrael og svo hefur það líka verið sko ítrekkað af talsmanni Hvíta hússins og mér minni líka sko Anthony Blinken sem utanríkisráðherra og Jake Sullivan sem þjóðaröryggisráðgjafi mann rétt sko að þeir hafa líka ítrekkað þetta að þetta sé sko að þetta friðarplan sé komið frá Ísrael. En það verður að tala sem furðulegt að því að Ísraelismenn höfnuðu því strax og virtust heldur ekkert kannast við það eftir að Biden lagði það fram. Þannig að hvernig geta það sagt að þetta hafi verið sko friðarplan Ísrael sko þegar að Netanyahu hafnar því og síðan hótuðu meðlimir í hans ríkisstjórn að segja af sér ef að þeir skildu sko fylgja þess eftir. Ef verði fallist á vopnahlé þá myndu þeir segja af sér. Já. Þannig að en svör Hamas hafa verið hver að þau séu til að skoða þetta, íhuga þetta, vinna með þetta. Sko þeir deildum þetta það felst í því sko þessum hvernig það skipt upp sko. Að því það talaði með sko í fyrsta fasanum þá verið sko tímabundið vopnahlé og Ísraelismenn drægi sér tilbaka bara frá sko byggðum svæðum á Gaza og svo verið sami síðar varaldvopnahlé. Og ef ég skildi rétt á sko þá Hamas þeir sætta sig ekki við það, þeir vilja frekar að sé sko þá varaldvopnahlé strax sko. Þannig að þeir sko setja út á það hvernig þessu stilt upp sko. Og svo núna alltaf verið sko að kenna Hamasum að þetta sé allt þeim að kenna þeir hafa hafnað tilboðinu en ég meina það er enga vísbendingur um að Ísraelismenn hafi viljað fylgja þessu vopnahléstilboði eftir sko. Ein kenningi sem var sett hann að Ísraelsmenn hefðu samþykkt að þetta tillaga yrði lögð fram vegna þess að þeir varu vissir að Hamas myndi hafninni þess að það væri það ókeypis fyrir þá pólitískt að samþykkja það. Ekki samkvæmt nýlegri grein Seymour Hersh þar sem að hann fjallar þetta mál og það er næsta mynd sko þá getum við séð grein Seymour Hersh að því að í henni segir hann og Seymour Hersh segist að vera með sko heimildamenn innan Hvíta hússins sko. Hann er með alltaf svona nafnlausa heimildamenn sko. Well-informed American official segir hann sko. Og og það sem að Seymour Hersh segir og hann hefur heyrt frá þessum insider í Hvíta húsinu er að sko, já, að Netanyahu og ríkisstjórnin Ísrael kannaðist ekkert við þetta þegar þeir lögðu þetta fram sko. Þegar Biden lagði þetta fram. Þetta hefur Seymour Hersh eftir sínum nafnlausa heimildamanni. Svo segir hann jafnframt að sko CIA hafa verið sko að taka þátt í sko samningaviðræðum hingað til sko. Þú veist, á milli sko Ísrael og Hamasliða. Og svo hafa verið í gangi. Já, og hann segist vera með heimildamann í þessu CIA tím sem hefur tekið þátt í samningaviðræðunum. Og hann segir sko að þeir heyrðu ekki þetta friðartilboð Bidens nema fyrir að þeir lásu það í heyrðu með það sko frá ríkisstjórninni í Katar. Sko, þessir meðlimir sko í samningateiminu CIA sko. Þetta segir allavega Seymour Hersh og segist hafa eftir sínum heimildamönnum sko. Þannig að sko hann gefur það sérklega í skyn að þetta hafi ekki komið frá Ísraelismönnum og það hafi ekki eins og allir látið vita þessu sko, þegar að Biden lagði þetta fram sko. Og hvers vegna er það þannig, ef að það er rétt? Og það er vegna þess að sko, að þetta mál er svo erfitt fyrir Biden pólitískt sko, að
hann vill endilega sko fá vopnahlé og binda enda átökin af því að hans fylgi að hrynja. Hann þarf að leggja fram tillögu sem líklegt að verði samþykkt og leiði til vopnahlés. Þannig að hann græðir ekki á því að leggja fram tillögu sem leiðir ekki til vopnahlés. Nei, hann er bara að reyna að gera eitthvað, skilur. Af því að hann getur ekki einhvern veginn, hann veist ekki geta stöðvað átökin. Hann hefur ekki pólitíska vilja til þess að sko beita sér til þess að raunverulega stöðva átökin, en hann þarf að gera eitthvað til þess að sko líta betur út, skilur. Fyrir hérna þess að sko kjósendur demókrata sem að hérna eru sko mjög gagnrýnir á demókrata núna út af stuðningi þeirra við Ísrael sko. En á sama tíma eru sko hérna náttúrulega hérna Ísrael lobby og stuðningsmenn Ísraels og svona hægri sinnaðir og svona harðlinumenn bæði í demókrataflokknum og líka á Bandaríkjaþingi. Þeir gagnrýna Biden-stjórnan alveg harðlega sko frá hægri fyrir að styðja ekki nóg og fyrir að senda ekki nóg vopnum og allt það sko til Ísrael sko. Þannig að hann er fastur í miðjunni, skilur, hann er í mjög erfiðri stöðu og þess vegna gerir hann eitthvað svona sko. Sem er rauninni sko, sem að rauninni hérna leiðir ekki til neins en er einhvers konar tilraun til þess að þú veist. Já, en Bandaríkjamenn þeir féllust á að það kæmi í gegnum öryggisráð Sameinuðu þjóðanna krafa vopnahlé. Sú samþykkt hefur ekkert gildi. Ísraelsmenn taka ekki tillit hennar. Það verðist ekki vera. Nei. En sko hérna eins og segi, þetta er mjög furðulegt mál, þetta friðartilboð sko. Af því að hérna, eins og segi, sko, hvernig útskýrur það að hérna Ísraelmenn bara höfnuðu í nána samstundis og meðlimir ríkisstjórninni hótuðu að segja af sér ef þetta er samþykkt. Og svo eru vísbendingar að þeir hafa ekkert sko við látnum vita fyrirfram eða kannast vita sko. Þannig hvernig útskýrum maður það, skilur. Og ef við trúa hérna náttúrulega Grein Seymour Hersh sem hann hefur eftir sínum heimildarmönnum. Þetta hefur valdið skjálfta í stjórn Netanyahu með þessum yfirlýsingum harðlínumanna en Benny Gantz hann sagði sig líka úr stjórninni. Já. Eða stuðningi við hana. Það var hérna sagt sko 9. júní daginn eftir þessa hérna gísla hérna björgunaraðgerð sko. Og það snerist það að hann var í ósámála sko hérna stefnu Netanyahu að því að sko hann virðist vera fram á sko að hann vilja bjarga fleiri gíslum sko. Að þú veist að Netanyahu er ekki að gera nóg til þess að bjarga gíslunum sko. Það er bæði þar sem hann er ósámálanum sko og svo líka sko langtíma lausn átakana hvað tekur við þegar stríðinu er lokið sko. Ef ég skilja rétt Benny Gantz, hans flokkur er svo, á pólitíska litrófunni er það svona miðjuflokkur sko. Þannig að hann þykir vera aðeins hófsamari en hérna Netanyahu, hann er sant, þú veist, þeir eru allir harðlinumenn sko. En hann, þú veist, það er mjög lítill munur á þeim, en hann virðist vera aðeins hófsamari heldur en Netanyahu sko. Og hann var sett meðlimur í þessu stríðsráðuneyti sko, hérna, hann er sko fyrrmariti varnarmálaráðherra, hann er ekki var ekki varnarmálaráðherra, hann sagði af sér úr þessu stríðsmálaráðuneyti, hérna, út af því að þeir eru ekki sammála sko nálgunum með að berga gíslunum og þess vegna sko hann ætlaði að segja af sér en hann sko hérna senkaði með dag á meðan þess að hérna aðgerð þess að berga gíslunum sko var í gangi, þannig að það tengist því mögulega eitthvað sko að þú veist hann hafi mögulega farið fram á það eða eitthvað slíkt, þetta er bara speculation hjá mér núna sko, skilur en að því að þetta var sko hérna ástæðan sem hann gaf fyrir að hafa sagt sig úr ríkisstjórninni og ég meina og við vitum að það eru mikil mótmæli þessu sko ættingjar hérna gíslana eru að mótmæla sko Ísrael af því að Ísrael er ekki að gera nóg þeir vilja að þú veist að það sé bara samið skilur bara samið vopnahlé og bara samið að hérna samið til þess að láta gíslana lausa í staðinn fyrir að halda skilur stríðun áfram skilur þetta er það sem eru ákveðnar raddir í Ísrael sem að tala fyrir þessu skilur og sérstaklega sko hérna ættingjar gíslana af því þú veist þeir eru búin að bíða marga mánuði og stríðið heldur áfram og ég meina eins og ég talaði það eru sumir gíslana hafa verið drepnir í loftárásum skilur Þannig að einhverjir vilja sko bara semja þess að láta að lausa sem fyrst sko. Og eins og ég, það hefur verið eitthvað sko, þeir hafa verið eitthvað ósammála sko þetta hérna Gantz og Netanyahu. Þetta er náttúrulega gerólík afstaða, hvort að ég semja við Hamas og gíslana og hætta stríðinu eða árásunum eða þjóðamorðinu eða hvort ég haldi þið áfram. Það er gerólík afstaða og það er það sem ættingar gíslana kalla eftir en ég er ekki viss að það hefur verið afstaða Gantz sko en eins og ég þeirra nálgunum sko að því hann gagnrýni er að Netanyahu hefur ekki frelsað nógu marga gísla. Hann virðist bara, þú veist að þetta er algeng gagnrýni sem við heyrum á Netanyahu meira innan Ísraels að hann hefur hag af því að halda stríðin áfram bara endalaust. Já, þegar annars myndi að missa völdin. Já, af því leið og stríðinu lýkur þá þarf hann að svara til saka sko fyrir það sem gerði 7. október og það voru náttúrulega búin að vera heilmikið mótmæli gegnunum áður og fram að því og spillingamál sem tengast honum að hann muni bara hérna
sko þurfa að segja af sér eða þú veist, hann mun ekki vera forsætisráðherra lengur og hann mun jafnvel enda sko í einhverjum réttarhöldum sko út af spillingamálum og eitthvað sko. Þannig að hann sjálfur hefur sko persónulegan haga því sko fyrir stjórnmálaferil að halda stríðin áfram sko. Og þarna sjáum við svona vísbendingar að það sé hafa áhrif skilur á stjórnmálasamstarfið með þessari afsögn Benny Gantz sko. Og Gantz hefur líka stilt sig upp sem svona valkostu Netanyahu gagnvart Bandaríkjamönnum, einhvern tímann fór hann nú einn í svona stjórnmálaferð til Bandaríkjanna að ræða málefni Ísraels, það svona kannski fyrir 4-5 mánuðum. Þannig að hann náttúrulega stillið sér upp sem valkosti við Netanyahu, hvað getur tekið við í Ísrael. Já, og það hafa verið svona einhverjar raddir sko í Bandaríkjunum meðal demókrata þeirra sem styðja Ísrael, en finnst Netanyahu vera hvað skal segja, þú veist, vildu frekar vel að fá Gantz, skilur í staðinn, og þetta eitt svona, það ákveðnir aðili í Bandaríkjunum sem sko eru styðja Ísrael, en þeir vilja meina að þetta bara Netanyahu, hann slæma eplið, sko, ef við losnum bara við hann, þá verður allt gott, sko, sem auðvitað, sko. En það ólíklegt. Já, af því að ég fjallaði við að stefna þeirra næstu því svo sama, það mjög lítill munur á þeim sko. Þannig að En það var annað sem að tengi þessu, það stríðsráðuneytið að Netanyahu leysti það upp. Já, það var nú að gera svona 17. júní sko fyrir nokkur dögum síðan. Já. Og Hvað var það? Er það eitthvað pólitískur leikur eða? Já, sko það talað að það var vegna þess að sko 2 meðlimir hefur sagt sig úr því sko. Að þess að Benny Gantz fyrst og svo svo annar sem að sagði sig úr stríðsmálaráðuneytinu. Ég með þetta á mér, Hann heitir Gadi Eisenkot, ekki? Já, alveg rétt. Að þeir sögðu sig úr því og þá tók Netanyahu þá ákvörðun að leysa það upp mögulegt þess að koma í veg fyrir að sko þessir ultrahægri menn sko taki sæti í staðinn sko. Af því að hann virðist heldur ekki vera að sammála þeim á einhvern hátt sko. Og þá talað að þetta hafi verið einhvers konar power grab hjá Netanyahu sko, að leysa upp þetta stríðsmálaráðuneyti sko og koma í veg fyrir að þeir myndu koma inn í staðinn, þessir sem eru lengst til hægri sko, þessir svona já. En það fyrir maður aðeins út í það hvernig þessi átök geta sko breiðst út. Að það eru nokkra persónuleikendur sem eru í þessu. Meðal annars eru hútarnir í Jemen sem að styðja Hamas og hafa verið á þessu sama tíma að gera árásir á skipaflutninga Rauðahafið sem fara í Súezskurðinn. Sem fer inn í Súezskurðinn. Sem að hefur, getur haft mikil áhrif á bara efnahagslega stöðu Evrópu, því að þetta eru skipaflutningar frá Kína eða Asíu til Evrópu sem fara þarna í gegn. Og hefur haft mikil áhrif? Hefur haft mikil áhrif, það er það sem að skipið þurfa að sigla suður fyrir góðra vinnuhöfða, sem að eykur náttúrulega mikil kostnað og verður truflun í aðfangakeðjum, svokallum. Já. Þeir söktu skipi núna í gær, eða ekki? Já, þeir höfðu sökt einu skipi áður og þeir hafa gert árás fyrir á 60 skip sko. Og einu þeirra var bara sökt og hinn hafa þá orðið fyrir einhverju skaða sko. Og núna í gær voru þeir að sökkva öðru skipi sem að AP News greinir frá. Og það var sko grískt flutningaskip sem að heitir Tudor. Og bandaríska sjóhernum tókst að brottflytja áhöfnina en einn áhöfnarmeðlimur lést í árásinni sko. Og svo hefur það verið umdeilt en það voru fréttir af því sko hútar sögðu sjálfur að því að Bandaríkjamenn þeir eru náttúrulega með flotta viðveru sko til þess að standa vörð sko alþjóðlega skipaflutninga á Rauðahafi og þeir eru með sko Carrier Task Force Group, þeir eru með flugmóðskipið Eisenhower á Rauðahafi og hútar héldu því fram og þetta voru fréttir frá sko miðlum sem eru liðhóllir sko hútum og svo framvegis að þeir hefðu sko hæft Eisenhower flugmóðskipið með eldflög sko. En svo náttúrulega sko neita Bandaríkjamenn með því sko. Þannig að við vitum ekki hvort það er rétt sko. En þetta er allavega það sem fréttina sem við höfum heyrt sko. Já. Að þeir státa sig að því að hafa hæft Eisenhower flugmóðskipið með eldflög en við höfum ekki getað staðfest hvort að það er rétt sko. Já. Og svo er þessu næsta skipi sökt í gær sko. Og þetta hefur raunverulega áhrif á
stöðuna í Evrópu, efnahagsstöðu í Evrópu er ekki góða fréttir en þetta hefur engin sérstök áhrif á Ísrael. Þetta dregur ekkert úr stuðningi evrópskra stjórnmála manna eða stjórnvaldi í Evrópu. Þetta hefur engin sérstök áhrif á rekstur árása Ísraels á Gaza. Þetta eru frekar svona skjálfti efnahagskerfi heimsins, kannski einhver svona heimspólitísk áhrif, en þetta hefur ekki raunverulega áhrif á stöðuna inn í Ísrael. Nei, ég held að segja alveg rétt sko að þetta hefur ekki bein áhrif sko á stuðning Vesturlanda við Ísrael eða á, þú veist, að Ísraelar munu þá sko, hvað segirðu, varpa færi sprengjum eða láta af sínum árásum á Gaza, en þetta er náttúrulega svona, þeir lýsa þessu þannig út af sjálfur að þetta sé gert í stuðnings Gaza og þeir hafa skilur lofað að halda þessu áfram þangað til að vera sko, leystur átökunum, sami vopnahlé, skilur. Þannig að meðan að Ísrael er að ráðast að Gaza og þeir eru náttúrulega sko að drepa fólk á hverjum minnsta degi, það eru sprengjuárásir og árásir á hverjum minnsta degi og hugmyndin er sú hjá þeim að meðan það heldur áfram, þá halda þeir áfram sem árásum á alþjóðlega skipaflutninga og það er ónýtilegt að það hefur haft gríðarleg áhrif á alþjóðlega viðskipti að því þeir hafa þurft að beina fullt af skipum sko frá Súezskurðinum og hefur haft reynt þess að auka kostnað og svo líka má spyrja sig sko sumir benda á sko að Bandaríkin eru þarna með flugmóðskip, Carrier Task Force, hvers vegna geta þeir ekki komið veg fyrir þetta sko. Þá vilja mér meina að þetta sé sko einhvern dæmi bara vanmátt Bandaríkjanna og Ísrael að þeir geti ekki stöðvað þetta af. Við erum að máttlausir þess að stöðva þetta af sko. Það er ekki allt fengið með sko tæknivæddari hervopnum og það eru mörg dæmi það. Bandaríkjamenn röktust út úr Afganistan og það eru mörg dæmi það að einmitt að svona trú vesturveldanna á tæknilega getu sína að það rætist ekki alltaf með sigrum á einhverjum vígvöllum. En Hútar meta sér svo að það sem er að gerast á Gaza sé árásir vesturveldana á Araba. Og þess vegna telja þeir að sé þetta færa út vígvöllin út á sjó og ráðast á reyna að grafa undan svona efnaðslegri getu vesturveldana. Já, þetta er það auðvitað að náttúrulega sko að vesturveldi styðja við Ísrael. Ísrael gæti ekki staðið sko. Já, gæti ekki staðið eitt í þessum átökum. Nei, þau geta það vissulega ekki, Ísrael geta það vissulega ekki sko. Það er allavega mjög erfitt að sjá fram á hvernig þeir getur gert það ef að Bandaríkin og Vesturlönd myndi ekki styðja þá sko og senda þau upp sem þeir nota og svo frammi sko. Og ef að ekkert, segjum Arabaríki myndi gera það sem Ísrael er að gera á Gaza, að þá myndu Bandaríkin og fleiri grípa þar inn í og stoppa þau hryðjuverk sem þar eru. Það er líklega einhver slík hugmynd sem að Hútarnir telja að þeir séu raunverulega dregnir inn í þessi átök, af því að átökin beinast að þeim. Já, þetta er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega svona samstæða skiluru, Araba og múslima í Arabaheiminu skiluru. Og þetta snýst það hjá þeim skiluru. Já, og þeir eru ekki að velja ísraelsk skotmörk, heldur eru að velja skotmörk sem að veikja vesturveldin. Það er náttúrulega algeng hugmynd sko utan Vesturlanda, þótt að við á Vesturlandi sjáum það kannski ekki, en hugmynd utan Vesturlanda í hnattræna sauðrinu í þriðja heiminum er mjög algeng að það er talað eins og Rússar tala the collective West, skilur. Það er þessi hugmynd að þetta er bara svona eitthvað eitt batteri, skilur. Bandaríkin og Vestur-Evrópa og Ísrael er bara einhvers konar útangi, skilur, á anglo-saxneska heimsveldinu, skilur. Þetta er bara mjög algeng hugmynd, sko, í þriðja heiminu, sko. En það er annað, það eru Hezbollah sem eru í Líbanon. Það hafa verið einhverjar svona sólskota árásir þarna. Já, það hefur verið bara talsvert, sko. Að það náttúrulega hófst, sko, frá því að eftir 7. október og þetta stríð á Gaza hófst, þá til viðbótar við náttúrulega með Hútana og gera árásir á skipaflutninga í Rauðahafi og það var líka verið skærur á norður landamærum Ísrael að Líbanon og það sem að sko aðal herliðið í Líbanon eru Hezbollah hersveitirnar sko og þeir hafa verið að skipta svo skotum og
hafa verið að skjóta með stórskotaliði sko yfir landamærin og Ísraelsmenn hafa líka verið að gera sko loftárásir til þess með drónum og hafa verið að svipa að gera á Gaza reyna að sko drepa skilur leiðtoga Hezbollah sko. Og í þessum sko og þessi átök verðast að vera færast í aukan á síðustu mánuðum og í þessum skærum sem átt sér stað sko á norðurlandamærum Ísrael að Lebanon hafa sko 400 manns dáið í Líbanon. Það er af 70 óbreyttir borgarar en 342 sko hermenn Hezbollah. Á meðan hafa sko 26 dáið Ísraelsmegin, 16 hermenn og 10 borgarar. En þeir hafa þurft að brottflytja sko 60.000 mann sem að búa þarna nálægt landamærunum sko frá svæðinu sko. Þannig að þetta hefur náttúrulega mikil áhrif sko. Og núna er sko tal að Ísrael vilji bara hreinlega ráðast inn í Líbanon til þess að fara í stríð við Hezbollah. Og hafa þeir svona hernaðlega getu til þess að vera í aðgerðum sínum inn á Gaza en bæta svo við, hvað myndu að kalla það, norðurlandamærunum? Það má setja spurningamerki við það að því að fyrsta lagi að sko berjast á tveimur víglínum sko og þess vegna hafa sumir sko hersöðingjar eða hátsettir Ísraelsmenn í ríkisstjórninni talað sko að ef það verður vopnahlé á Gaza þá er það tækifæri til þess að fara í stríð við Lebanon, svona hugsa þeir sko. Og þeir náttúrulega sko eru alltaf með sko Íran á heilanum og vissulega eru náttúrulega Hezbollah eru náttúrulega bandamenn Íran og margir vilja meina þessu einhvers konar leppur þeirra sko, þeir fá sín vopn frá Hezbollah og þeir viljast, það eins og þeir vilja bara fara í stríð í Íran sko og líta náttúrulega og það tengist því sko að vilja fara í stríði Hezbollah og þá er náttúrulega spurning hvort að þeir vilja þá draga Bandaríkin inn í stríði sko, af því að þeir fara í stríði Hezbollah þá myndi það kannski draga Íran inn og þá myndi við draga Bandaríkin í stríði við Íran skiluru. Það er einhver svona hugmyndir kannski sko. Þessar hugmyndir eru augljósar í Úkraínu þar sem það eru hagsmunir í úkraínska stjórnvalda að draga NATO og Bandaríkin inn í stríðið vegna þess að Úkraína getur ekki eitt staði í stríðinu og upplifir að þessu að tapa því. Á það sama við Ísrael að Ísraels stjórnvöld lítið á það sem hagsmunir sína að draga Bandaríkin inn í stríðið í Miðausturlöndum. Já, þetta er bara mjög svipað dæmi að því að þau get ekki sko til dæmis sigrað Íran í stríði sjálf. En þau gætu það ef þau myndu fá Bandaríkin með sér, gætu við reyndar, mér finnst óhugnarlega svo tilhugsun að hugsa hvernig er þið stríð á milli sko Bandaríkjanna, Ísrael og Íran sko. En skilur Ísrael gæti það ekki eitt en kannski með að hjálpa Bandaríkjanna sko. Já, og þá er það einhverjir menn inn í Ísrael sem að meta þessi svo að það sé öryggisógn Ísrael sé Íran og það verði ekki öryggi í Ísrael fyrir en að Íran verða stjórnarskiptiðar eða Íran hætti að fóðra Hezbollah og Húta og Hamas og eitthvað fleira þannig að það verður aldrei friður í Ísrael fyrir en að við náum að knésetja Íran og þess vegna sé það þó að það geti leitt til stríð sem að þér finnst vera ógnarlegt að sjá fram á að þá meta menn í Ísrael að það sé bara svo leið sem að við þurfum að fara. Já, að því að sko að því þá myndið fá Bandaríkin til þess að heyja stríði fyrir sig, skilur það er það sem að stýsti þess að það er óvætalega þess að Bandaríkin sástu hvernig innrásin þeirra fór í Írak Íran er miklu stærra öflugra land með miklu öflugri her og með fullta eldflaugum og þeir getur örugglega lagt Ísrael í rúst þeir með svo mikið eldflaugum sko. og náttúrulega Hezbollah líka sko. Það talaði með Hezbollah séu með sko 50-100.000 eldflaugar og það eru miklu stærri og öflugri eldflaugar heldur en Hamas eru með sem eru bara eitthvað rakettur sko. Þetta eru alveg eldflaugar sem þeir hafa fengið frá Íran og Íran eru mjög framalega í hanna sko eldflaugar ásamt Rússum og hafa náttúrulega verið í samstarfi örugglega hvað það var þar sko. Og dróna sem eru verið fluttið til Úkraínu. En ef ég er að reyna að hugsa sem út frá hvernig menn skilgreina öryggishagsmuni Ísrael þá geti þessi maður sem ég er að ímynda mér svara þér og sagt eins og við erum hvað sem er undir linnulausum árásum frá Hezbollah. Og það er annarkvort þurfum við að búa við það að eiga von á árásum Hamas eins og voru í október, linnulausum loftárásum frá í Líbanon, frá Hezbollah, sem eru sko fjármagnaðar og að undirlagi Íran, þannig að þessu linnir ekki fyrir en að okkur tekst að brjóta niður Íran og það getum við ekki gert nema með aðstoð Bandaríkjanna, þannig að við höfum ríka hagsmuni því að draga Bandaríkjamenn inn í þessi átök. Já, þetta er náttúrulega sko stefna og hugsun harðlínumanna sko.
af því að þetta ekki raunhæft markmið. Eins og segir, vonin einhvern veginn að láta Bandaríkin fara í stríð í Íran fyrir sig, en ég meina auðvitað raunhæfari lausn bara semjum frið og reyna að sættast við Íran, skilur. Auðvitað væri það sko raunhæfari og betri lausn. Þeir skilgreina það að það sé engin friður. Allir friðarsamningar við Hamas og Hezbollah, þeir mun ekki halda. Þetta bara sama, við getum bara flutt okkur til Eystrasaltslandana. Þar eru menn sem að skilgreina öryggishagsmuni sína svo að það verði aldrei öryggi í okkar löndum fyrir en að Rússland verður svo veikt að það stafi ekki ógna því og eina leiðin til þess að það verði að það að NATO og Bandaríkin drægist inn í Úkraínustríðið og brjóti niður Rússland þannig að það hætti að ógna okkur. Já, þetta eru sjónarmið bara fólk sem í ríkisstjórnum í þessu löndum. Já, Kaja Kallas sem er forsætisráðherra Íslands, hún kallaði nýlega eftir því sko að Rússland yrði bara sigrað og brotið niður í smærri ríki og á friðarástefnunni í Sviss sem ákveðlega friðarástefna, Duda, forseti Póllands, hann talaði þar á svipunótum og þeir tala sko decolonization of Russia. Þá vil ég meina sko Rússland sé nýlendu veldi og samanstandi af einhverju 200 þjóðabrotum og það sem eiga við með decolonization þá að brjótað upp skiluru í smærri ríki sko. En ég meina, hvað því, þú veist, áttar þetta fólk sé ekki á því að Rússland með stærsta kjarnavopnaforða í heiminum? Þú veist, hvernig ætlar að fara að því að gjörsigra Rússland og brjóta það niður? Sko? Ég ekki að segja að þetta sé byrjað að fallast á rök þessa fólks, en málið það að stríð eru háð vegna ólíks mats á öryggishagsmunum ríkja. Já. Og það öryggishagsmunir, harðlínumenn í Ísrael meta öryggishagsmuni Ísraels þannig að líklega það óumflýjanlegt að fara í stríð við Íran. Það getum við ekki ein, en það getum við hugsanlega með því að Bandaríkin taki þátt í. Herðu, það er pæling í tengslu við þetta sko. Við minnum að sko Noam Chomsky hafi sagt það. Kannski minnast að það minnstu að það nú voru ykkur fréttir að hann hafi látið, svo kom það í ljós að það var ekki rétt, að konan hans staðfesti að hann... En hann nú langt leiddur, þannig það getur orðið rétt bara áður en við sendum þáttin út. Vissulega, hann náttúrulega á sjúkrahúsi sko, og við það að fengi heila blóðfall. Og er háaldraður. Já, og hann orðið hvað, 94 ára. Allavega, hann hefur náttúrulega skrifað mikið Ísrael-Palestínumálið og náttúrulega á sko bara mörgum áratugum aftur í tímann sko. Og mér minnir að hann hafi sko sagt þetta sko að þú veist að þegar Ísrael fór í þessa vegferð bara uppalað, þegar Ísrael var stofnað, að þá voru tveir möguleikar sko. Að vera í stöðum stríðum við heiminn eða reyna að sættast við Arabaríkin, skilur. Og hann vildi koma með þessi rök sko að þessi síðari stefna sem þeir kussu, það dauðadæmd stefna, skilur. Svo síðari stefnan, þú taldir að síðar að gera samningar sko. Þú meina fyrir stefna. Ég meina, skilur, að vera í stöðu stríði. Ég man ekki hvor röð ég taldi þetta. Það sem ég á við að sko að sko annarkort sko sættaði sig við Arabaheiminn og lifa í sátt og samlyndi við nágrannaríkin eða þeir vilja sko stækka sitt landsvæði, búa til Greater Israel og eins og þeir gerðu í stríðinu 67 og hafa hertekið skiluru Vesturbakkan og Gaza skiluru og náttúrulega hertók Sínaískagan tvísvar í Súesdeilinu 56 og líka í stríðinu 67 skilur annarkvort taka þá stefnu eða reyna að sko bara byggja friðsamskipti og sættast við Arabaríkin og mér minnir að röksemdafærslan hjá Chomsky hafi verið svo að þeir völdu þessa stefnu, skilur þessa herskáu stefnu og hún dauðadæmd. Og þetta það sem hann var í Ísrael á sínum tíma, Chomsky, hann gyðingur, hann var þarna á kibbutz í Ísrael sko og það voru upphaflega, fólk kannski búið að glemma því núna, það voru vinstrisinnaðir menn í Ísrael, þeir voru áhrifamiklar í upphafi sko. Þeir voru einhvers konar sósíalistar sko og jafnvel kommunistar og það var alltaf hugmyndin með þessu kibbutz, þetta náttúrulega svona kommunur sko. Og þá var hugmyndin að Ísrael yrði eins og sko Júgóslavía, yrði bara svona fjölþjóðlegt ríki en ekki svona sko ethnostate, svona supremacist apartheid ríki, skilur. Þetta það sem hann ávið, þú veist, þú getur annarkvort farið leiðin að vera apartheid ríki sem að vill sko hertaka og leggja undir sig Arabalöndin í kring, skilur eða þessi svæði sem að náttúrulega Palestínumenn búa á, sko. Eða að fara friðsumuleiðina og náttúrulega Chomsky segir að það hefði náttúrulega verið vænlegri kostur, en núna náttúrulega spurning, það ekki orðið seint? Þeir eru náttúrulega á þessari vegferð, sko. Og þetta er bara sjálfseyðingar vegferð, skilur við. En það má segja að fyrir október að þá hafi margt bent til að Ísraels væri að takast það að vera í friðsælum samskiptum við stjórnvöld í nágrannalöndunum. Ekki öllum, en mörgum yfirgnæfandi meirihluta. Það voru mörg lönd sem að gerðu samninga við Ísrael og hófu
samskipti og hérna það var hugmyndin. Í þeirri von og trausti að stjórnvöld í þessum löndum mundu raunverulega hætta stuðningi við palestínumenn og frelsisbaráttu þeirra. Og það sem að síðan gerist í október þegar Hamas gerir hérna árás á Ísrael, að þá breytist þessi staða, þar sem kemur í ljós að stjórnvöld í Arabaríkjunum get ekki haldið áfram óbreyttri stefnu vegna stuðnings almennings í þessum löndum við málstað Palestínu. Þannig að mörg stjórnvöld í löndunum í kring voru til í að fórna málstað Palestínumanna fyrir friðsamleg samskipti við Ísrael. Þetta er rétt sem þú segir og þetta er það sem að Norman Finkelstein hefur meðal annars fjallað að þannig að rétt bara fyrir 7. október þá er eins og heimurinn hafi bara gleymt Palestínumönnunum og Gaza af því að Ísraelsmenn voru að sættast við Arabaríkin og voru að fara að normalisera samskipti við Sádi-Arabíu og öll þessi ríki og þá hefði heimurinn bara gleymt Gaza og bara leyft Ísrael hægt og rólega að leggja þá undir sig. En og það er spurning þetta er svona what if history, hvað hefði gerst ef að 7. október hefði aldrei gerst En það sem að gerðist var að 7. október gerðist og hvað gerðu Ísraelsmenn? Þeir fóru í bara þessa svakalegu sprengju herferð og bara fremja þjóðamorð og þá fengur Íran og alla hérna svona mikið á móti sér Ég meina ef þeir eru ekki brugðið svona harkalega við þá hefði það ekki gerst Þú segir það sjálf, þeir voru að sættast þannig ef þeir hefði ekki brugðið svona harkalega við þá hefði þeir kannski bara geta sæst ef þeir eru ekki farið, það er út af þessu þjóðamorði sem þeir eru að fremja á Gaza sem að verður til þess að Hezbollah hútar með stuðningi í Íran eru að streitast á móti Þetta er kallað access of resistance í Miðausturlöndunum Ef við erum með hvað ef þessi hörðu viðbrögð Ísraelsmanna sem hafa vakið ógeð náttúrulega meðal almennings í Arabalöndunum og náttúrulega langt út fyrir það voru viðbröðin var veikstaða Netanyahu heima fyrir hluti af því hversu harkalega var brugðist við Já, eins og sé, það er náttúrulega oft talað það að þetta sé bara einhvers konar persónulegt politískt projekt hjá Netanyahu, að halda völdum, að þess vegna vill að framlíka stríð, það er oft talað það. Og fara jaft harkalega í það eins og raun hefur orðið á. En það er líka bent á það að Ísraelsmenn hafi bara hreinlega séð tækifæri til þess að leysa vandamálið eitt skipti fyrir öll, Hvað er vandamál? Vandamálið að þetta er apartheid ríki með að því þeir vilja þeir vilja endanlega innlima Gaza og Vesturbakkann og skapa Greater Israel, og þetta er náttúrulega vandamál fyrir þá. Og hvað ætlar að gera við 2 milljónir palestínumanna? Já, og þess vegna var uppalega hugmyndin að reyna að hrekja það alla yfir landamærin, og það með þjóðhreinsa Vesturbakkann, Þetta er það sem við vonuðust, það bendir margt til þess, ég náttúrulega get ekki sagt það fyrir víst, en þú mátt segja mér hvað þið finnst þetta, að það bendir margt til þess að það hefur verið uppalega hugmyndin hjá þeim, en svo tókst það ekki, af því að Egyptar vildu alls ekki opna landamærin og hleypa þeim yfir, og svo hefur þetta ekki tekist hjá þeim að eyða Hamas eins og þeir hafa reynt að gera, Þeir var nú ykkur talsmaður Ísraels bara í gær held ég að segja það að það veri bara fráleitt hugmynd að það veri hægt, því að Hamas væri hugmyndafræði og það er ekki hægt að eyða hugmyndafræði. Bæði það svo hefur bara líka ekki tekist að drepa á alla og þeir eru bara ennþá von í þessum göngum hefur ekki tekist að uppræta þá þannig að þetta klúðraðist í rauninni hjá þeim það sem er ætlað að gera og þannig að þeir ætlað að nýta tækifærið til þess að þetta er eins og Norman Finkelstein orðara, hann er náttúrulega foreldrar hans voru eftirlifendur helfararinnar, voru í Auschwitz það hans var í Auschwitz og móðir hans var í Majdanek. Hann orðaði þetta sem svo að Ísraelsmenn sáu tækifæri til þess að innleiða loka lausnina, á Palestínuvandamálinu. Notaði það orð. Norman Finkelstein, ég tekka fram að hann, hans foreldrar eru eftirlifendur helfararinnar, þannig að hann hefur allavega innistæðu til að segja. Hann má nota þetta. Þetta er það sem hann segir, það var eitt þáttur í þessu. Svo líka bara að því að það var þessi árás Hamas sem var kölluð Operation Al-Aqsa Flood, Al-Aqsa flóðið, þeir riðust yfir landamærin og tóku gislana og allt það og að það var bara svo mikið reiði í ísraelsku samfélagi, það var alltaf líka svo mikið gert úr þessu mannstöðuna upphæðlega, það var talað nauðganir og afhöfðu börn og allt þetta sem síðan hefur verið dregið efa
þú veist, það hafa ekki komið verið sannanir fyrir afhöfðu börnunum og það var líka sagt að börnin hefðu verið sko brend í ofnum og alls konar skiluru og, þú veist, og ekki bara konum hafa verið nauðgað heldur brjóstinskurinn að þeim og eitthvað svona skiluru svo hafa ekki komið neina sannanir fyrir þessu þannig að þú veist, það var svo mikið sko, þú veist, atrocity propaganda það var svo mikið reiði að þá er þetta bara hefndarhyggja skiluru við megum ekki vanmeta það að þetta er bara einhvers konar hefndarhyggja hjá þeim skiluru að vilja bara hefna sín og bara sprengja Gaza en á bakvið eitthvað svona markmið eins og þessum eðlilegt að við sem reyna að ráða í það hver umverulega markmið Ísraels og það það sem við erum að gera því við getum ekki farið inn í hausinn þetta skiptir máli vegna þess að hér eru við með stjórnvöld sem að þrástafast á því að Ísraels hafi rétt ekki bara rétt heldur skyldu til þess að verja sig en vörnin eins og menn skilgreinana getur verið að hrekja palestínumenn á haf út eða yfir landamærin og að yfirtaka Gaza og búa til ríki þar sem að Ísraelsmenn stjórna öllu og palestínumenn hafa enga rétt. Það getur verið sko að í hugum margra í Ísrael að verja sig, getur þýtt það. Hér alltaf verið að tala um þetta en íslensk stjórnvöld hafa aldrei skilgreint það í hverju felst þetta, í hverju vörn palestínumannafólkin. Ísraelsmannafólkin og meðal annars hefur nú verið forsætisráðherra sagt að það sé eiginlega eðlilegar árásir á flóttamannabúðir. Já, eins og þetta er svo absúrt sko að þú veist að það er vörn að varpa sprengju á flóttamannabúðir skilur og drepa sko konur og börn í massavís skilur 99% af öllum mannfallinu þetta er alltaf bara absúrt. Þess vegna erum við að tala um þetta vegna þess að við erum að reyna að draga það fram hvað felst í þessum orðum. Hvernig Ísraelsmenn líta á þetta, hvernig Bandaríkjamenn líta á þetta því að Íslensk stjórnvöld koma svolítið upp með það að veita svona eitthvað stuðning við aðgerðir Ísraelsmanna með mjög óljósum hætti hvað í því felst en að þeir hafi verið sjálfdæmi það með hvað hætti þeir leita þú sér hefnda eða verja sig eða hvað sem er. Ég held að þessi sambland þessu tvennu sko að eða í rauninni þrennu, það er náttúrulega þetta að Netanyahu vill bara framleggja átökin endalaust sko til þess að halda sér sjálfum við völd af því hann er í vondum málum leið átökin enda. Þannig að þetta er auðvitað þáttur í þessu sko. Hinn þátturinn er það sem að Norman Finkelstein talaði að þeir uppalega planið var bara beinlega þjóðhreinsa Gaza og sáu tækifæri til þess að leysa vandamálið skipti fyrir öll, leysa skiluru the Palestinian question, eitt skipti fyrir öll, mjög lokalaust. Og svo er þriðja að þetta er bara einhvers konar hefndarhyggja, að þeir eru bara, þú veist, og þetta getur verið allt í senn. Ég er að segja, þetta er allt þetta, ég vil meina að þetta sé allt þetta þrennt samanlagt. Og þá eftir að koma í ljós sko hvaða þráður af þessu mun ná fram að ganga. Já, hvað við þingst, ég get ekki svarað því, skilur. Það er bara saga mun leiða í ljós. Herðu, ég ætla að bæta við einu af því að við höfum svolítið verið að tala Úkraínu líka og samanburð. Eitt af því sem hefur komið í ljós í Úkraínustríðinu sem að menn áttu sig ekki á fyrir 2 árum var að það stríð er eiginlega tæma allar vopnabirgðir í Evrópu og raunverulega Bandaríkjaríkja. Og þá er engin takmark fyrir því í Ísrael, þessum aðgerðum Ísraels, eða eru kannski aðgerðirnar það veigaminni heldur en átökin í Úkraínu. Að það er ekkert vafamálum að það setur nóg af vopnum fyrir Ísraelsmenn, bæði til þess að halda áfram þjóðarmorði sínu á Gaza og jafnvel að fara inn í árás inn í Líbanon. Sko, það er vafamál að því að Úkraínustríðið er svona stórt conventional war, skotgrafa hernaður, það þarf gríða mikið magn af sérstaklega skotað fyrir stórskotalið, af því það er skotið bara fleiri þúsund þannig kúlum á dag og það er ekki sama það sem að Ísraelsmenn hafa verið að gera Gaza þó þeir hafi varpað það er talið að sé á við 3 Hiroshima kjarnorkusprengjur, öllum sprengjunum sem þeir hafa varpað á Gaza og náttúrulega gríðlegt magn en þeir koma til með að þurfa ennþá meira ef að þeir fara í stríð við Hezbollah. Já, þá er þetta náttúrulega her því að þeir eru ekki að ráða þetta er ekki stríð á Gaza, þetta er bara einn her og síðan eru bara almenni borgarar og já, það er kannski rétt að taka það fram að þú veist fólk átt að sig ekki á því að Gaza er ekki ríki, Hamas-liðar og Al-Qassam hersveitendar, þetta er ekki her, þetta eru skæruliðar, þetta getur ímyndað á ykkur í seinni heimsstyrjöldinni. Þetta er svo borgarskjörur, þetta er svo franska andspyrnurhreyfing. Já, andspyrnurhreyfingin, partisans á austurvígstöðum, þetta er meira þannig, að Ísraelsmennirnir ráði við svæðinu og þetta eru andspyrnurhreyfing, sem eru bara að fela sig í göngum og í húsarústum, Á meðan, ef þau myndu ráðast inn í Hezbollah, inn í Líbanon og fara í stríð við Hezbollah þeir eru miklu meira eins og venjulegur her
þetta eru rauninni skærulega hreyfingar en þeir eru sko mjög vel vopnum og þeir eru búin að vera að grafa sig og byggja sko varnarlínur þarna sko í hérna á landamærunum að Ísrael og náttúrulega Ísrael réðist inn í Líbanon sko 2006 þannig að það er fordæmi fyrir sig þannig að þeir eru að vera að undirbúa sig allan tíma og þá eru þetta miklu meira svona svo Úkraínustríðið skilur þetta eru bara sko skotgrafahernaður og með miklum varnarlínum og þá þurfa þeir miklu meira magna skotfærum sko en eins og við vorum að minnast á Bandaríkin virðast hafa vera bara sko komin að þróttum skilur með öll skotfærin þeir geta ekki verið að sko styðja bæði Úkraínustríðið og alla sprengjurnar sem að Ísraelsmenn hafa verið að varpa á Gaza og svo að fara í stríð við Hezbollah líka sem að kemur til með að þurfa ennþá meiri sprengjur skilur og þess vegna var núna sko nýlega Netanyahu að hann birti myndband þar sem hann gagnrýnir sko bandarísk stjórnvöld fyrir að senda ekki nóg af vopnum og við heyrum þetta líka sko hjá harðlunumönnum í Bandaríkjunum þingmönnum að Bandaríkjaþingi að þeir eru stöðugt að gagnrýna bætistjórnina fyrir að senda ekki nóg af vopnum sko mér finnst það mjög brenglaða málflutningur en þetta er í gangi sko og þá má spyrja sig hvers vegna vill hann svona meiri vopn að því núna er þessi umræða að þeir séu að undirbúa sko að fara í stríðið við Hezbollah að gera innrás í Líbanon sko og þetta En geta Bandaríkjamenn skaffað þeim endurist á vopnum? Ég man eftir því þegar Biden var að reyna að koma sko stuðningnum við Úkraínu í gegnum þingið og það voru ein rökin sem voru notuð gagnvart þinginu var að þeir hefðu sent töluvert mikið af vopnum og hluti af stuðningnum væri raunverulega bara til þess að endurnýja sko vopnabirgðir sem að þeir vildu eiga bara innan eigin landamæra. Að það var svona sem þetta dæmi það hvað staðan var orðin raunverulega háskaleg sko vopnabirgðir Vesturveldana. Þá var umræðan það að því að þá var aðeins meiri sko mótstaða andstaða við vopnasendingar til Úkraínu því það er einhver aðilar sem eru ekki hlynntir því skilurðu. En það er ekki með sko Ísrael, þá er miklu meiri stuðningur. Það er eiginlega merkilegt sko hvernig þeir líta á þetta. Það er eins og líti bara á Ísrael sem 51. fylkið í Bandaríkjunum skilurðu. Að þetta sé bara þeirra hagsmunir skilurðu. Það er bara má ekki sko setja spurningamerki við stuðningin við Ísrael skilur þannig að það er enga svona það er ekki mikil gagnrýn umræða skilur inn á Bandaríkjaþingi vopnasendingar til Ísrael skilur. Þetta er eiginlega eina dæmi sem er hægt að halda því fram að Bandaríkin styðji eitthvert ríki gegn eigin hagsmunum því að vanalega allur stuðningur Bandaríkjana eins og til dæmis á Íslandi að Bandaríkjana munu ekki verja Ísland nema þeir telji sig hafa hagsmuni af því En Ísrael er eiginlega eina dæmi þar sem er hægt eiginlega að segja að Bandaríkjamenn styðji stjórnvöld þar og megi eiginlega halda því fram að það sé gegn eigin hagsmunum. Já, ég hef verið að hlusta á John Mearsheimer, professor, hann kemur oft í viðtöl nýlega upp á síðkastið og hann hefur einmitt sagt þetta er rökin hans að að þessi mikli stuðningur Bandaríkjanna og Ísrael, það er ekki það þjónar ekki hagsmunum Bandaríkjanna. Og hann segir að þetta er mjög sérstakt dæmi að sko Bandaríkin að fara gegn eigin hagsmunum með stuðningi sínum í Ísrael og hann gengur svolítið langt að segja sko að þetta er heldur ekki sko þjónar heldur ekki hagsmunum Ísraels af því að ég er sammálunum þetta er ekki gott plan í þeim skilur eins og ég var að tala um þetta svakalega herskáa plan þeir eru bara að leiða sjálfa sér til glötunar með þessu. En þegar Mearsheimer er svona realisti þess vegna er ég alltaf að koma með til þín að skilgreina öryggishagsmunina út frá því hvernig fólk í viðkomandi löndum gerir það. Já. Og það Eystrasaltslöndin geta skilgreint öryggishagsmuni sína með þeim hætti að þú telur það ekki vera til góðs en það bara skiptir ykkur máli í átökunum. Það skiptir máli hvernig stjórnvöld og öfl í viðkomandi löndum skilgreina öryggishagsmunina. Já, það þarf ekki að vera lógist séð á ofan. Já, sko, þú skilgreina öryggishagsmunina þarna en svo sérðu sko, þú veist hver eru afleiðingar, til hvers leiðir það og tökum aftur dæmi Eystrasaltsríkjunum ef þú segir að það sé alveg þau talið það nauðsynlegt að sigra Rússland ég er ekki að segja það, ég er að segja bara vitnið það sem þau segja sjálf ef þeir segja það, skilurðu, stjórnmálamenn fólkið í Eystrasaltsríkjunum ég meina það er bara ávísun á allsherjarstríð og jafnvel kjarnorkustyrjöld við Rússland og ég myndi segja á móti ég held að þjónið þínum hagsmunum ekki að sko fara í allsherjarstríð sem gjör rústa samfélaginu og jafnvel leiða til kjarnorkustyrjölda sem eru grandöllum heiminum, skilur. Já. Þú veist, ég kem bara með því röka móti, þetta er ekki, skilur, í hagsmunum neinna, skilur. En ástæða fyrir að ég er að stilla þessu svona upp er það að íslensk stjórnvöld að þau öfugt við það sem að þú myndi gera væri að fara til Eystrasaltslandana og segja þetta er ekki mat ykkar á hvernig þið metið öryggishagsmuni ykkar að það geti kallað yfir tortímingu fyrir ykkur og Evrópu
Við erum með stjórnvöld hér á Íslandi sem að segja að eins og Eystrasaltslöndin skilgreina öryggishagsmuni sína, þannig munum við og skilgreina okkar öryggishagsmuni. Utanríkisráðherinn á Íslandi segir einfallega að eins og Úkraínumenn og Pólverjar og Eystrasaltslöndin skilgreina öryggishagsmuni sína að okkur ber að styðja þau til þess að byggja upp sínar varnir út frá því hvernig þau skilgreina öryggishagsmuni sína. Og eins og ég benti á í öðrum þætti daginn að þetta er sama rökvillan og þegar að Bandaríkjamenn segja að öryggishagsmunir Ísrael séu þeir sömu og þeirra eigin, vegna þess að það er ekki þannig. Öryggishagsmunir Íslands eru ekki þeir sömu og Úkraínu, Eystrasaltsríkjanna, og öryggishagsmunir Bandaríkjanna eru ekki þeir sömu, að því að sko, hvað eru þeir að gjalda fyrir stuðning sinn við Ísrael í yfirstandandi þjóðarmorði? Þeir eru þetta að gjalda fyrir sko að þriðji heimurinn er að snúast alfarið gegn Bandaríkjunum, skilur. Þau vilja fá meirihluta heimsins með sér í lið, skilur. 80% af öllum íbúum heimsins, þú veist, Afríkuríki, Suður-Ameríku, Asíu. En núna eru allir að fjarlægast, skilur, Bandaríkin einmitt út af stuðningi þeirra við þetta, skilur. Það sjá þetta allir, þetta er bara þjóðarmorð í beinni. Og það sjá allir stuðning Bandaríkjanna við þetta. Og það getur ekki þjónað þeirra hagsmunum á heimsvísu. Það á ekki við íslensk stjórnvöld. Hvað sem íslensk stjórnvöld? Nei, það er ekki, íslensk stjórnvöld sjá það ekki. Að átökin í Gaza geti haft þessar afleiðingar. Mér finnst íslensk stjórnvöld bara skilyrðislaust hlýða stjórnvöldum í Bandaríkjunum. Þau náttúrulega eru sem að skilyrðislaust hlýða stjórnvöldum í Ísrael. Það er náttúrulega þannig að þau fylgja náttúrulega sko utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Nánast bara í einu öllu eða ekki. Þannig að þau hafa ekki mikla sjálfstæða utanríkisstefnu nema að vera sko að reyna sko að fara ennþá lengra jafnvel, skilur. Eins og hafa frumkvæði því að loka sendiráðin í Rússlandi og eitthvað svona, skilur. Mætti mótmæli í Georgíu og já, nema að hafa frumkvæði því að sko fara að ganga ennþá lengra, sko. Skilur. Herðu Tjörfi, við skulum slá botnin í þetta núna, en planið okkur er að þú komir hérna reglulega og hafir svona smá yfirlit yfir heimsmálin og kannski fyrst og fremst það sem eru þessi átök og svo skrifar líka fréttir inn á vefinn okkar. Hvet fólk til þess að fylgjast með því. En takk fyrir í kvöld. Og þetta verða lokin hjá okkur í rauðaborði núna á 50. og kannski svona á vikudagskránni okkar. Rauðaborðið á morgun er klukkan 4 á föstudegi, þá förum við yfir fréttir vikunar með góðu fólki. Ég þakka Tjörfa og öllum gestunum sem hefur hingað komið og Birni Þorláks fyrir viðtalið sem hann tók, Pétri og Laufeyju fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta. Minn ykkur á að þið eru galdurinn sem að býr til samstöðina með því að hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið getur líka verið virkir þáttakutum með því að benda vinum og vandamennum á efni sem að ykkur líkar og til að vera áhugavert. Þannig hefur samstöðin byggst upp á góðri afspurn. Þið getið bent á að það má finna efnið okkar á Facebook undir nafni Samstöðurinnar, á YouTube undir nafni Samstöðurinnar, á öllum hlaðvarpssveitum undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta á dagskránni. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu sem að nær upp út á Snæfellsnes, langt upp í Borgarfjörð, upp að Litlu kaffistofunni og út á Reykjanestá. Þar eru 89,1 á FM, en það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann, bæði á netinu, spilar.is og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni Samstöðurinnar. 24 tíma sólring, 7 daga vikunar, allan ásins ring, samfélagsumræði við þetta rauðaborð og í öðru þáttum Samstöðurinnar. Samstöðin hefur verið byggð upp af áskrifendum. Það eru 40.000 mann sem horfa og hlusta á þættin okkar í hverju viku. Af þeim eru rúmlega 1300 áskrifendur. Það er í boði þeirra sem allt efni er hér framreitt. Ef að þú ert búin að vera að hugsa lengi að þú ætlar að slást í hópinn og styðja uppbyggingu í Samstöðuna, taka þátt í þessu tilraunaverkefni, þá hvet ég þig til þess að láta vera að því. Það er eitt að skynja mikilvægi hlutana, að það sé mikilvægt að hafa Samstöðuna. Svo er áríðanleikinn að okkur er mikilvægt að gerast áskrifendur sem allra fyrst. Ég hveti þig til að velta því fyrir þér og fara inn á samstöðum.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift og skráðu þig bara strax. Það kostar 2.500 krónur grunnáskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Þetta er fjölmiðill og umræðuvettvangur í eigu almennings. En ég segi takk fyrir í bili, góða nótt og sjáumst á morgun klukkan 4. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.